Komið bless og sæl, verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Gestur dagsins maður sem hefur, gert ýmislegt, byrjaði snemma að vinna, hefur mikinn áhuga á öllu. Hann skráður safnstjóri á Iðnaðarsafninu á Akureyri. Þorsteinn Arnórsson heitir hann og við ætlum að spjalla hérna saman. Þorsteinn, ertu velkominn. Takk. Fyrir hvað stendur Eið? Einar. Nú, blessaðu nafni. Takk. Þorsteinn Arnórsson, ég sagði safnstjóri Iðnaðarsafnsins á Akureyri. Já, ég skráði það. Já, þannig að þá náttúrulega þekkir þú hvern einasta grip í því ágæta safni. Ekki alveg, svona stóran hlut það. Já. Ég bara upphafið að þessu safni. Hvert er það? Það má eiginlega rekja til ársins 1991 þegar Jón Arnþórsson fékk heimild til þess að safna og svona sjá hvað verið til að minjum að senda framleiðslu vörum og svoleiðis og vélum. Og svo þegar það kemur ljós að þetta er heilmikið til, þá er ákveðið að spáði hvers konar safni að verða og þá er það ákveðið að verði Iðnaðarsafnið á Akureyri. Og það er stofnun 1998 og þá er ég formaður Iðjafélag verksmiðjufólks. Já. Og þá kemur Jón til mín og er að lýsa þessu svona safni sem að fara að stofna þarna og segir það er 3 manna stjórn þarna, mér vantar 1 mann í stjórn, skrifaði nafnið þitt hérna. Þannig að ég er búinn að vera sett í stjórn safnsins frá upphafi. Frá upphafi. Já, en eðlilegt að stofna safn þetta, allan þennan iðnað sem var á Akureyri. Já, það er eðlilegt því að við sjáum bara eins og sambandsverksmiðjuna sem voru á Gleraurum. Já. Þar er og yfir 900 manns í mörg ár og tvisvar sinnum fór starfsmannafjöldi yfir 1000 á árinu. Já. En hvernig er með svona safn sem að menn að fást við? Ég vinn nú aðeins við svona. Er fólk að koma með einhvern spólurokk eða hvað að kalla þetta, einhver tæki, eitthvað sem að tilheyrði framleiðslunni á árum áður? Já. Það má segja að við fáum boðum að þiggja eitthvað nánast vikurlega. Já. Og hvað er fólk að koma með? Já, síðast í gær var bara komið konfektkassa frá Lindu, lítinn kassa, fallegan. Já. Einn af þeim sem við áttum ekki, sem maður segir. Já, og þið eru ekki bara með sísiðnaðinn? Nei, það er allur iðnaður í bænum og svo erum við náttúrulega iðnaðarmanninn líka og það kom hérna einn málari, Hörður Jörundsson málari, kom og færði okkur þau stykki sem hann málaði, réttara sagt, þegar hann voru út í Danmörku að læra. Það sem marmara áferð og viðar áferði. Já. Og þetta var málað á maskinupapír og var metr á lengd. Já. Og þetta voru 22 stykki, ef maður rétt. Já, og eru þá iðnaðarmenn að koma og færa ykkur dót? Það kemur fyrir, já. Gömul verkfæri sérstaklega. Já. Eigið þá ekki mikið að sumu? Jú, við getum alveg sett upp heilt vestaði, En hvernig er aðsókn? Hefur fólk áhuga á sögu iðnaðarins? Já, og það koma margir að það bara sagði, ég vissi ekki af þessu. Já. Og svo leynir húsið svolítið á sig, það er svolítið stærra innan heldur af utanmálinu, vera. Já. Og aðsóknar mætti vera betri, við getum alveg tekið á móti fleirum, Já, en hvað er það sem að þarf í það þá? Ég veit það ekki, við erum að reyna að auglýsa okkur og það skilar litlu. Já, og kostar mikið? Og kostar mikið, já. Og til þess að geta borga kostnað þá þurfum við að fá fleiri inn, Já. En kostar þá ekki bara allt og lítið inn hjá þér eða hvað? Já, menn geta deilt það. Já. Hvar væri allt þetta dót, öll þessi tæki, all þessi varningur, ef þetta safn hefði ekki verið stofnað? Sennilega bara einhvers staðar grafið í jörðu. Já. Haugun. Búist þið við því að þetta sé, eru þið búin að fá það sem þið haldið að þið fáið eða búist þið við því að það bætist við í þetta? Ég held að bætist við í þetta. Það er ekki spurning. Það er fullt af dóti sem fólk á, sem stundum hugsaðan fólk eru úti á hendinni, en svo erum við að fá ýmislegt svona. Við vorum að fá til að mynda fyrir bara rúmu ári síðan pröfur og munstur frá vefnaðinum, frá manni sem bjó í Keflavík og vann hérna á verksmiðjunni nokkur ár. Já.
já. En sko, iðnaðarbærinn Akureyri var stundu talað um. Já, já. Er þetta að tala um það lengur? Nei, það held ég ekki. Það er engin iðnaður, nánast engin iðnaður, matvæleiðnaður það eina. Það var mjög margt framleitt hérna. Já, já, nánast allt. Já. Skip og skór og gallabuxur og hekluúlpur og allt þetta. Já, já. Byrjaði þú snemma að vinna þarna? Ég byrjaði 13 ára. Byrjaði 13 ára? Já. Og af hverju svona snemma? Nú bara. Hættirðu þá bara eftir sko... Skólan? Já. Já, ég hætti tiltölusnæmi. Ég held ég hef verið sem sumarið þá 61 og fór svo í skólan og held ég bara flosnað upp úr skóla það árið eftir sko. Já. Og? Svo bara fór maður að vinna. Var þarna í nokkur ár, svo fór ég út í vegavinn í Múlanum eitt sumar og svo fór ég að vinna að Thomas Stengins heilsara 2 ár, olíudreifingu eða BP hétt þannig þá daga, 2 ár og svo lenti ég á Vestmiðunum aftur og var þar eiginlega heil lengið og þar til að fór að vera lítið að gera kringum 1980, þá fór ég 4 ár í burtu í byggingavinn og í Verslun. Já. Og svo kom ég aftur inn á Vestmiðunar og var það þangað til að sameiningi var við Álafoss. Og þá þurfti að losna við svona dýrakall eins og mig, eða erfiða, ég veit ekki hvort þetta vera. Þannig að ég misti vinna þar og þá fór ég að vinna hjá Víkingbrugg og var þar í 4 ár. Og þá lenti ég því að vera formaður Iðju. Þá ertu komin inn í verkfræðishreyfinguna þar að segja stjórnun. Já, já, ég var náttúrulega búinn að koma þarna á og til alltaf, alveg frá því ég var á Verksmiðjunni. En hvernig stóð á því að þú fórst og valdir Verksmiðjurnar? Var það eðlilegt eða? Ég átti bara heima nánast við hliðina á þeim, ég átti heima í Klettaborgum og hann stutt að fara, foreldrarnir unnu þarna. Foreldrarnir? Já. Og reyndar árið sem ég byrjaði sko, þá var nú verkfall, þannig ég gæti nú ekki farið að byrja strax fyrir eftir einhverja 3-4 vikur. Byrjaði í verkfalli? Já. Ég er ekki á móti verkfalli fyrir það í dag. Nei. Það er neyðarúrræði. Já. Foreldrarnir, hver voru þau? Pabbi mitt Arnór Einarsson og móður mitt Sigríður Júlíusdóttir. Og unnur þau þarna bæði, segir þú? Já. Og við hvað? Pabbi var bæði sett í búðinni lengi vel og sérlega síðustu árin þegar hann lifði. En hann vann inn í Vestmiðjunni ykkur fánadeildin sem kallað var og svo deild sem ég byrjaði í líka. Hvað deild? Það var deild sem gekk frá sér þvoði sem teppin og fathæfni áður hann fór í endanlega frágang fyrir búðir og verslanir. Já. Voruð þið þá að búa til vefnaðarvöru fyrir verslanir? Já, það var alltaf, sko, teppi voru framleitt. Teppi hvernig? Ullarteppi, Já. Væðravöðu líka þarna. Já. Og teppi voru alltaf flest á Rússlandsmarkað og mikil framleiðsla í því og svo náttúrulega bara fathæfnin, gardínefni og svo náttúrulega bandið. Bandið hvað? Grillón, Marinn og hvað allt þetta hét sko. Já. En í hverju byrjaði þú, segirðu? Ég byrjaði þess að fánadeild og þá var ég annars að þurrka það var vél sem var keðjudrifin og þú settir jaðrana á stikk, hvort það var teppi eða fathæfnistaröngunum á jaðrana, tókst jaðrana og settir það á gatta keðju og varst með svona litla plötu undir hendin og svo náttúrulega var 25 stigi hitti þetta, maður kom fyrir maður dottaði, maður vaknaði yfir mjög fljótt því að maður rann með puttan svona framfyrir og var við gattana. Og varstu við þetta, stóðstu við þessa vél? Nei, menn sátu þessa vél og svo náttúrulega vorum við líka að þvo og vinda bandið og setja í þurrkun og áður en áður hérna sko teppin voru þæfð, þá voru að saumaði saman í jaðrinum til þess að þetta veðist ekki upp. Já. Og ég var stundum á þeirri saumail, þannig að maður svona var í ýmsu. Já. En sko, 13 ára strákur, var það algengt að svona krakkar? Já, það var svolítið algengt. Færu í þetta? Já. Ég held að menn það bara gott að byrja snemma að vinna. Já, það er stundum sagt svo. En sko, frosnaðirðu upp úr skóla eða hættir það hafi einhvern áhuga eða? Ég held að það hef bara verið bæði. Áhugaleysi eitthvað. Hvað segja mamma og pabbi við svoleiðis að 13 ára gutti segir, ég er bara hættur þessu, ég ætla bara að fara að vinna? Ég átti enga pabba þá, hann var dáinn. Hann var dáinn? Já. Það hefði kannski haft áhrif á þetta, já. En langaði þið ekkert að fara í eitthvað annað, eitthvað frekar í skóla og læra eitthvað annað? Nei, reyndar bauðst mér því að var á Vestmiðjunni að læra ullarlitsun, fara til Þýskalands og það einhvern veginn fór upp fyrir. Ég held að það ekki verið allt mér að kenna sko heldur. Það hefur verið bara breytingar á Vestmiðjunni. Og það var töluvert þannig að menn fóru og lærðu ýmislegt í sambandi við sútun og meðferð þessara efna. Já, það er mikið um það sko. Já.
og ég geti trúað því að bara, sko, ég var nú í litunardeildinni líka og ég geti trúað því að bara litin sem voru notaðir það hafi skipt sko upp undir, allan að tugum ekki upp undir 100 sko litategund sem blönduðu saman til að búa til eitt lit. Já, og þetta fóru menn til þess að læra. Já, já. Þetta er bara þannig iðnaður. Já. En Steini, sko, fannst þér sko, þú varst bara lítið strákur þegar þú ferði í þetta. Já. Hvernig fannst þér að byrja að vinna allt í einu? Mér finnst það allt í lagi. Ég var náttúrulega búinn að vera í sveit 2 sumar. Ég var sendur í sveit réttara sagt og svo bara ég út Moggan 1 sumar í Glerárþorpi þegar ég var með bæjarnöfnum, þannig 1960. Já, þegar öll hús hétu einhverju nafni. Já. Þannig ég var svo vanur að gera eitthvað. Þetta var bara gaman. Já, er það? Já. Og fannst þér sko að þú vera á réttum stað? Tja, ég hugsaði ekkert út í það. Kannski bara aðalega að vinna þarna. Þarna var maður, sko þetta var allt gamli kallar þarna sem voru að vinna með mér. Sem að voru kannski réttum fertugt? Já, það var yngstu var fertugt, ég var að skoða þetta daginn. Já. En það var enda menn þarna með mér 1960 voru fæddir fyrir aldamóti 1900. Já. 2 eða 3. Og bara mikið bara reynsla svona eftir á að hyggja sem að lærði af þessum mönnum. Já, hvaða fólk vann á Verksmiðjunum? Tja, það var bara alls konar bæjarfólk. Það var margir úr þorpin og margir svona næsta nágrein og En sko kom svo ekki menn úr sko nágrannasveitum líka? Það var minna það sko. Þetta var mjög stabílt vinnuafl því að ég hef nú verið að skoða þá sem voru að vinna á Verksmiðjunum og það er mikið af sumafólk sem er bara kannski 3 mánuð sumt kemur árið eftir. Já. En það er rúmlega 7.000 mann sem unnu á Verksmiðjunum í það heila frá því 1897 þar til að sambandið dettur út á þessu svæði. Já. Og helmingur af því fólki er innan við ár, hinnir eru lengur. Og sá sem vann lengst var í 60 ár og 2 mánuði. 60 ár? Já, hann byrjaði 23 ára. Og vann í 60 ár? Já. Já. Hét Þorsteinn Davíðsson. Já, hann var nú þekktur maður þarna á svæðinu. Já, en sá sem vann stiðst, hann mætti til vinnu. Og svo hvað kom Já, hann hefur ekki séð síðan. Já, hvernig var sko, að þetta var svo margt fólk, þú segir að þetta hafi verið 1000 mann sem voru að vinna þetta. Já. Það hlýtur að hafa verið svolítið merkilegur vinnustafur. Það var það, þetta var, má segja þetta skipt svona, það var sko gefjun, það var skipt í deildir, svo náttúrulega iðun, skógern og sútun og svo náttúrulega hekla, þannig að það voru svona aðskilin. En það þekktust náttúrulega allir hérna sko. Já. Og svo var sko gufuflauta sem Já, hún var lengi. Kallaði mat og úr mat. Já, 8 heyrist alla hverju segir. Já. Svo við erum með hann á safninu, það flautuna sko, en hún þarf bara meiri gufukraft til þess að heyrist í henni. Það þýðir ekki með loftfreysu. Sko, vörur sem að þarna voru framleiddar. Já. Þær voru sko, já, þær náttúrulega urðu vinsælar. Já. Nefndu mér eitthvað sem var búið til þarna. Þetta finnst því Duffins vinnubuxurnar og skór, aktskór. Aktskórnir, já. Var ekki þjóðin á þessu? Jú, það held ég. Já, og fleira? Það voru heklúrpunnar og kannski heklaða mest áberið svona í fatthæðina sko og svo yfir með skóna. Ótal gera því. Með sér bítlaskónir. Já. Svo þú mannst eftir öðruglega. Já, ég man eftir því náttúrulega, auðvitað. Og svo náttúrulega það var þetta framleitt silki þarna. Ofið silki í 10 ár. Silki? Já, frá 1950 til 1960 var það framleitt. Og svo var sængugerð þarna lengi vel og svo var hún flutt á Sauðárkrók og hétt á Ylrún eftir það. Já. Sambandið var svona að færa þetta til. Nú Gefjun var náttúrulega með fatahefni og gardínefni og bandtegundir margar. Já. Þannig þetta er fjölbreytt úrval þarna. Já. En hvernig var svona sko félagslíf? Það var örugglega líflegt. Það var mjög öflugt svona 45 og fram yfir 50. Svo dofnar það svolítið en það leggst ekkert út, það var neitt svoleið sko. Svo ekst það aftur svona upp á kringum 1970. En það var svona hátíðarsalur eða svona samkomusalur? Það var alltaf árshátíð sko, einu sinni á ári náttúrulega meðlægt er það. Síðustu ári var það þannig að það var tvískipti, það komast ekki allir fyrir. Já, í einu? Já, það er ekki nógu stór sala fyrir mannskap. Já. En fólk endist þarna, það að segja, sko, menn unnu þarna gríðarlega lengi var ekki hverju. Jú.
eins og ég sagði áðan. Svo var margir sem fengu viðurkenningu fyrir 25 eða 40 ára starf. Já. Hvað fenguð þið þá? Já, þeir fengu allavega silfur eða gullmerki með sísmerkinu og ég held að hafi alltaf fyllt sko mánaðarlaun með. Já. Heldur það hafi verið sko vel hugsað fólkið? Já, ég held það svona almennt auðvitað þegar menn standa í deilum eins og í kjarabaráttu og svoleiðis þá náttúrulega kannski skvettst upp á vinskapinu en það jafnast alltaf út. Og þarna voru yfirmenn sem að voru nú þekktir kallar? Já. Það var einhvern tíma þegar átti að koma bónus á allar verksmiðjurnar og var síðast á Heklu og síðast í Brjónadeildinni þar sem ég var. Við vorum undirskriftarlista og við vorum kallaðar á teppið þarna 2 og okkur bent á það ef okkur leitist í vinnu getur leitað okkur að vinna annars staðar. Já. En þegar bara bent á það það snýrist málið ekki. Og það kom svo seinna en það stundum að ítá. Það voru þekktir kallar sem að voru þarna? Já. En þetta náttúrulega var tengt sís líka? Já, sko sambandi kemur þetta 1930. Já. Eins og ég sagði áðan, þetta byrjaði 1897 og ég man eftir öllum verksmiðjustjórunum með 2 fyrstu. Já, nefndu þá, sem að þú manst eftir. Já, bara að byrja á Jónis Þór. Hann tekur við 1916, þannig hann til 51. Svo kemur Sigurður, mann ekki hvað svona í augnablikinu, hann var bara 2 ára, lést þá. Svo kemur Arnþór Þorsteinsson og svo koma þessi nýrri sko. Arnór, hann var lengi? Hann var lengi, já, hann var mjög lengi. Já. Hann tekur við þarna 52 eða 4 því að Sigurður Pálsson hérna hann. Var bara aðkvæmdur í Reykjavík hérna eftir hann tók við. Forstjórastarfinu sko. Já. Og hérna Arnþór hérna mjög lengi. Svo tekur Reit Pálsson og Hjörtur Eiríks við. Já. Ég meiri segja vann hann það eins og ný. Já. Á Heklu. Smá tíma og pakkaði rússapeysum. Já, það ég væntanlega prjónaður. Nei, ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Þú var prjónaður. Ég var 7 ára nættsvögt við að prjóna peysur. Við að prjóna peysur. Já. Og svo hérna sko voru búin til munstur, man ég. Já. Og svo komu rússar og þeir völdu munstri. Já, þeir völdu munstur og litina. Já. Og okkur fannst þeir alltaf velja að ljótasta. Já, mjög ofta allavega. Já, og svo sá ég einhvers tímann heimildamynd í sjónvarpinu og alveg austan frá Síberíu og þá voru þeir í þessu. Já, þetta var hlýja flíkur. Já. Ég man eftir, ég hef verið að skoða peysumunstur núna síðustu vikurnar og ég sá mynda munstur frá 1960 í auglýsingu, 63 segi ég, getur verið að það er auglýst fyrir líka og það var sko í gangi fram yfir 70 og þá var það aðalega í rússamunsturnum. Já. Kannski fram yfir 80. Steini, þetta hrundi allt í einu. Já. Hvernig var þetta? Já, menn hafi sjátt sína skoðun á því að bankarnir það keyptu í einhverja spotta sko en ég held líka að ég hef oft sagt það reyndar og fæ alltaf skammi hætti fyrir það, segja að þegar unga kynslóðin tók við þá hvarf samvinnuhugsjónin. Já. Menn hugstuðu fyrstu sig og svo fyrirtækið. Já. Það er bara ekki alveg rétt. Nei. En þú hugsaði þannig? Já, ég hef sagt það. Já. En þetta var gríðalegt högg. Já. Þetta eru 1000 manns. En sko, það er kannski eina góða í þessu, þetta fer ekki allt í einu. Nei. Sko það verður þarna breyting sko þegar þetta 87-88 áramótin, þegar þetta breytist úr gefjun, auðlaðismiðinu og Álfs sameinast, þá verður svolítið fækkun á starfsfólki. Svo svipað leyti er sem sagt skógerðin seld, svo fyrir hún á hausinn skömmu síðar og það er vel að fara burtu. Og svo fyrir Álafoss koll og þá kemur Folda og 66 gráður norður ætluðu að vera með eitthvað þannig að það er svona aðeins teygði á því allur hópunum færi á atvinnsmættur einu. Já. Og svo skinnaði hennar fyrir hausinn 93, endurreistur og lifið til 2006 eitthvað svona, þá lokaðir. Já. Þannig að þetta svona deyr út þetta alltaf tíma en þetta var mikið þögg því að ég veit að sko á 4 árum tapaði Iðja svona félagsgjöld sem nám eins og 1 ársframlagi til félagsins. Þannig að það var það mikið rýrnun. Já. En Steini, hérna, hver er fjölskylda þín? Hver er kona þín? Hún er Júlía Björnsdóttir. Frá Akureyri? Frá Akureyri, úr Innbænum. Úr Innbænum, já. Gamla apótekinu. Já, sem nýbúið er að byggja upp á nýju? Já. Vann hún á verksmiðjunum? Nei, aldrei. Nei. Hún fór aðeins í útgerðarfélag og svo voru hún í Amor og alveg gífurlega lengi þar til að það laðist hætti. Já, það var nú eitt af því sem hætti. Já. Það er margt sem hefur hætt. Já.
og hérna textin Vora Akureyri Já, já. sem var sungið í Sjallanum. Það þarf að rífa það upp aftur. Heyrðu, það bara öll fyrirtæki sem þarna eru nefndir horfin. Já, eða komið til annara eiganda. Já. Hvaða áhugamál hefurðu? Ég nefndi að þú hefðir áhuga á öllu. Já, ef ekki segja áhuga á verkarisögunni og iðnaðarsögunni. Já. Ég var svona þekktur steinasafnar hérna á yngri árum. Hættur að labba eftir þeim, það er svo þungt að bera þá. Safnaðirðu steinum? Já, ég get ekki neitað því sko, en ég er meira í tegundasöfnu. Ég er ekki kannski að taka stóra hlunka eða svoleiðis heldur tegundir og ég var að skipta við Noreg og keypt frá Englandi. Já. Er þetta svoleiðis eins og frímerki? Já, það var það á tímabili sko, það voru margir í þessu erlendis. Já. Og er þetta að hafa eitthvað upp úr svoleiðis? Það hef ekki hugmyndum, ekki reynd það. Nei. En þú ert að setja í því og hvað ertu þá að senda mönnum? Ég verið að senda bara íslenska tegundir sko, það var það. Má þetta? Já, það er sumar steintegund sem bannað að taka. Já. Og ég er náttúrulega ekki að senda það. En fleira sem þú hefur áhuga? Já, ég veit ekki hvað að segja. Ég maður alltaf gerði þess að maður gerði svona árum áður, bæði hirti frímerki og mynd og það liggur bara einhverju kössur sem á þetta sem ég gefum til 11 ára til að flokka. Hvenær komu 11 árin? Ég veit það ekki, ég býð eftir þeim. En þú er svo ungur í dag þá? Já, ég er 8 ára aldri. Já, ég var 70 í sumar, þannig ég lít að vera 8 ára aldri. Já, og fær þar að leiðandi lífeyri frá ríkinu? Eða lífeyrissjóðum? Já. Hvernig var með lífeyrissjóði fyrir svona menni svo tík? Þegar ég er að byrja þá náttúrulega voru einhver lífeyrissjóði fyrstu árin, nema sambandi var að byrja á þessu og svo var það þannig ef menn hættu, þá var þeim borgað út sko það sem þeir hefðu lagt inn, en sambandi hélt aftur lífeyrissjóðssambandsins hélt eftir mótframlaginu. Sem að þeir höfðu sett inn? Já, sjálfur sko. Já. Og það er ekki fyrir hvað 1970 sem er skylda, ef maður rétt. Já. Þannig að menn voru svona aðeins að tapa á þessu. Já. Ég er að velta fyrir mig sko, þegar maður var lítill gutti þá fór maður og stalst svona inn og var að fylgjast með vinnunni þarna að menn stóðu við stóra spuna, vélar og allt þetta. Já. Þetta var svona eins og þetta er svona eins og iðnbylting bara alveg fyrir mann að koma og sjá þetta allt saman. Já. Er einhver möguleiki að koma einhverju svona upp aftur? Já, ég tel það. Af því þetta var nú að hrynja svona hvert af öðru ullariðnaðurinn. Já, sko, við sjáum það náttúrulega, sko, ullariðnaður er náttúrulega enn til staðar hérna, það er framleitt band fyrir sunnan. Já. Og það þarf ekkert mikið átak til að koma upp prjónastofu hérna til að prjóna úr. Það er búið að reyna á ýmsum stöðum að koma upp prjónastofu. Já, það er bara stuðst sko varmi sem að hérna, það er ekki varmi sem Eddi stofnaði, Eddi Jónsson, ég held það, jú, að hérna, hann sem, svo er það selt að það heit Glófi, það sameðist varma, alveg rétt. Já. Og það var reyndar bara að fara suður í ársbyrjun þessu ári, sko, eða síðasta ári. Þeir eru ekki hættir, þannig að það er alveg grundvöld fyrir prjónastofu. Íslenska ullin er það vinsæl. Já, og prjóna hvað þá? Pissur. Íslenskar? Já. Svona lopapissur? Já, ullapissur. Er þetta ekki prjónað í Kína? Jú, það er gert það, sko. Það er það. Það er íslensk framleiðsla í Kína. Íslenskar konur að prjóna peysu í Kína? Já. Ekki segja þessu íslenskar en það stendur. En þú ert að vinna söguskráningu, þú ert áhugamaður verkalýðssöguna. Já. Og komst inn og gerður að formanni Iðju. Já. Hvernig var það að koma í þetta? Nú ertu búin að fylgja þessu öllu, alveg frá því að lítill strákur upp í gegn, vinnandi upp í gegnum þetta allt saman. Ég vil nú eiginlega segja, Jón Ingimars, það er honum að kenna sko í lendi þessu. Já. Af því að það var eitt þegar við vorum svona ekki alveg sammála á fundum sko, þá var stofnun nefnd þegar þetta gerði námskeið fyrir trúnaðarnámskeið hérna á svæðinu og ég var settur í þessu undirbúningsnefnd. Þetta er á vegum Alþýðusafns Norðurlands. Þannig ég lendi á fyrsta trúnaðarnámskeiðinu. 73 og svo hefur maður svona verið að skipta sér þess alltaf af og til. Þú sagði að þú byrjaðir í verkfalli? Já. Og þú væri ekki á móti verkfallum? Nei, ég er ekki á móti verkfallum. Nei, það er neyðarúrræði reyndar. Já. Ég er ekki sem menn að væri verkfall hverju árið til að hóla sér frí. Eins og sumir haldið getið bara tekið rólega. Já. En þetta er bara eitthvað apparat sem við þurfum að nota ef ekki tekst að semja. Það er bara. Hvernig sérðu þetta fyrir því næstu árin? Hvað ætlar að gera?
Ég veit það, ég ætli verið ekki að snúast eitthvað í kringu safni og svo langar mér aðeins að svona draga úr því og leyfa öðrum að komast meira að, taka völdin. Ferðastu? Já, svolítið, Já. ekki mikið. Nei. Ferðu innanlands eða utan? Bæði. Já. Sko, ég kalla það líka ferðast, sko, að ferðast innanlands. Já, já. Ha. Það er bæði, sko. Já. Hefurðu farið mikið til útlanda? Já, svona örlítið. Já. Ekkert. Ég hef stundum farið svona vegum Einingar Iðju og Já, í þannig ferðir? Já. Já. Er það ekki fínt? Það er mjög þægilegt að láta leiða sig svona um. Já, láta leiða sig um. Já, og þau ekki hafa áhyggjur að reyna, sko, vita maður að það heima kvöldi og fleira, sko. Heyrðu, Steini, Já. Þorsteinn Einars Arnórsson. Já. Nú er bara komin tími á að smella þig mynd. Já, eitthvað, þú það. Já, það er ég það. Já, það er þitt. Svona, þú kemur ljómandi við lútröðstein minn. Þakka fyrir. Það var gaman að spjalla við þig. Sömuleiðis. Og þessa tíma, því að maður manur sem strákur, sko, hvernig þetta var. Já. Ha. Já. Takk.